Ja, Brynjar svekkjandi 0-1 tap í dag, bara fyrstu viðbrögð á leik. Já, bara svekkjandi. Þú veist, við vorum einhvern veginn inn í leiknum allan tíman og svona reyndum. Við komumst voða lítið áfram, bara, þú veist, rósa varnarleik Njarðvíkur í rauninni, sko. Við vorum nú sérstaklega hérna í seinni hálfleik, vorum meira og minna með boltann og áttum svona erfitt að koma okkur í stöður og skapa okkur færi. Fáum, þú veist, einhver svona, já, og fáar stöður allavega til að búa til almennilegt marktækifæri. Og hérna, já, bara svekkjandi. Fyrst markið sem þeir skora er svona eins og veikt af okkar hálfu. Og annars þetta bara 0-0 leikur, sko. Þið hafið skorað mikið í undanförnum leikjum og komist inn á færum. Bara, ef þið komist í voða að fá færi í dag, bara hvað klikkaði? Já, ég segi það, bara bæði, þú veist, vorum við ekki nógu skarpir einhvern veginn sóknarlega og þeir voru góðir varnarlega. Erum með stórt og svona líkamlega sterkt lið og við áttum aðeins í vandræði með það. Við erum aðeins léttari og meira léttleikandi. Var þetta sanngjarn sigur í dag, hjá Njarðvík? Já, þeir vinna leikinn 1-0. Það er svo sem ekkert meira að segja um það, hvort sem það er sanngjarnt eða ekki, en hérna, þetta er svona pínu jafnvel slíkt að þessu leik, finnst mér. Það er stórleikur í næstu umferð hjá okkur, Breiðholtsslagur. Bara hvað ætlaði að gera til að vinna þann leik? Og væntanlega viljið vinna hann mjög mikið? Já, við erum komnir aftur á heimaöll og búið að ganga vel þar undanfarið og það er bara annar hörkuleikur og það er bara allir leikir erfiðir í deildinni og við þurfum bara að vera klárir í það eftir viku. Býstu mikilvæg stemmingu þar? Ég býst við því, fastlega. Þetta er svona leikurinn sem ég er búinn að vera að bíða eftir og bara gott aksjón og góðan fótbolta upp á Leiknisvelli. Takk fyrir. Takk fyrir.